Menningarvika fer nú fram í Grindavík í 5. sinn. Fjöldi grindvískra lista og tónlistarmanna koma fram í menningarvikunni að þessu sinni en hún hefur fest sig í sessi sem árlegur viðburður í bæjarfélaginu. Hátíðin hófst síðastliðinn laugardag en þá voru menningarverðlaun Grindavíkurbæjar afhent. Einar Lárusson hlaut verðlaunin að þessu sinni fyrir eftirtektarvert framtak á sviði lista og menningar. Menningarvikunni lýkur næstkomandi sunnudag og fjöldi áhugaverðra viðburða á dagskrá í ár. Dagskráin verður bara glæsilegri með hverju árinu og ég held að fólk geti ekkert annað en bara hlakka til að því sem það í vændum. Það hlýtur að skipta svolítið máli fyrir bæinn að hafa svona menningarviku? Já, ég held að það hefur alveg sýnt sig hérna núna. Þetta nú 5. árið sem við erum að keyra þessa viku og þetta engin spurning. Þetta náttúrulega bara löngu komið til að vera og fólki hlakkar náttúrulega til bara á hverju ári þegar það líður að vikunni. Hvað það sem stendur upp úr í hátíðinni í ár? Já, að mínum mati þá það nú alltaf heimaatriðin sem svona kannski standa upp úr því að markmiðið með vikunni að reyna að virkja sem flesta Grindvíkinga og ná þeim svona fram í sviðsljósið. Það fullt af fólki sem í tónlist, myndlist og öðru og það svona markmiðið með vikunni að draga þá fram í sviðsljósið og það náttúrulega alltaf hápunkturinn en svo náttúrulega reynum við að krydda þessa viku með því að fá landsþekkta skemmtikrafta og það hefur nú tekist vel hingað til og í ár heldur svona kannski að hápunkturinn eru svona kannski tvennir tónleikar, það annars vegar Skálmöld og svo þeir Jóhann og Magnús á bryggjunni. Það eru margir grindvískir listamenn sem taka þátt, þetta svona kannski svolítið innspýting fyrir listalífið hérna í bænum? Já, það hefur nú alveg reynst vera það sko, en svona það þarf svolítið samt að svona ýta við fólki og fá þá til að svona taka þátt en ég held að við erum ekki búin að sjá það að þetta alveg vettvangur fyrir það til að svona koma út úr skammnum og sýna hvað í þeim býr. Eru margir grindvískir listamenn með í ár? Já, ég er nú svona ekki alveg með nákvæma tölu en jú, það verða 2 myndlistarsýningar svona áhuga fólk sem hefur verið að dunda sér og við að mála og það hefur verið mjög spennandi að sjá það og svo náttúrulega töluvert að tónlistafólki og svo hefur nú bókasafnið hérna staðið fyrir svona vísna og sagnakvöldi við byrjuð á því í fyrra og verður endurtekið núna í ár. Það náttúrulega fjöldi fólks sem mun koma fram bæði í söng og töluðu máli. Grindvíkingar eru helst þekktir fyrir sjávarútveg og góðan árangur í íþróttum. Þó koma nokkrir þekktir listamenn frá bæjarfélaginu og rithöfundurinn Guðbergur Bergsson líklega þeirra þekktastur. Allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi í menningarvikunni í ár. Kristinn Reymarsson, sviðsstjóri frístunda og menningarsviðs Grindavíkurbæjar, vonast eftir góðri aðsókn í ár. Já, ég ætla rétt að vona það. Það hefur nú þróast þannig sýnist mér á svona síðustu árum að fólk nota tækifæri til að bjóða vinum og ættingjum og í heimsókn og brottfluttir Grindvíkingar hafa nú notað það tækifæri og komið líka þannig að þessi menningarvika og svo bæjarhátíðin okkar Sjóvanna síkáti svona þetta tvennt kannski sem stendur upp úr á árinu og það mjög margir sem að nota tækifærið og heimsækja Grindavík til að taka þátt. What you need. It doesn't take much for you to wind up just like